Hér á árum áður, þegar að samgöngur voru að færast í vöxt á milli Norður- og Suðurlands á seinni hluta síðustu aldar, fór það ekki fram hjá neinum fóru vegleiðina milli Reykjavíkur og Akureyrar að símstöðin í Hrútafirði skipaði hugum ferðalanga ákveðins þess. Þetta gráa steinhús skar sig úr þeim byggingastíl sem þá tíðkaðist í sveitinni. Var meira að segja búið enn í torfbæjum þegar það var byggt og í almyrkrinu notuðu menn þá einungis olíulampana til að sjá til. Eina rafmagnsljósið sem sást í sveitinni þegar komið var niður Holtavörðuheiðina var frá útilljósónum á símstöðinni, en hún var sjálfri sér nóg með rafmagn þar sem hún var með eigin vatnsaflstöð. Þetta eina steinhús Pósts og síma þjónaði talsímanum, ritsímanum, milli Suður- og Norðurlands, póstinum fyrir sveitina og ekki síst talstöðuna landsvísinu undir kallmerkinu Brúradio. Þarna var fólk að staðaldri allan sólarhringinn, allt árum kring, skiptist á 2 vöktum frá klukkan 8 á morgnana til klukkan 9 á kvöldin. Þarna var að ræða símstöðvastjóran, símritarana, talsímastúlkurnar, póstfulltrúan, ráðskonuna og ráðsmanninn, auk barna fylgdi með kaupunum. Það bil 3 fjölskyldur bjuggu á staðaldri í þessu húsi, þar af 2-4 manna og sóttu börnin skóla í heimavist á Borðeyri og á Reykjaskóla í Hrútafirði. Stöðvarstjórinn, sem jafnframt var endamistjóri Pósts og síma á Vestfjörðum, þurfti í mörg horn að líta og taka margar ákvarðanir svo að þjónustan dytti ekki niður. Markmið hans var að bæir í efri byggðarlagsins fengi sömu þjónustu og sá sem byggi í þéttbýli. Símritrættir voru einnig lofskeitamenn, sinntu talstöðinu og ritsímanum að metnaði og margur langferða bifreiðarstjórinn minnist að hlýhugdist að örnari þeir lenti í hrakningum, miklu óveðri á miðri snjóþungri Holtavörðuheiðinni. Einn þeirra sem var nokkuð sitt fyrir vegna snjóa með fulla rútu af fólki hefði þá orði hann lenti í erfiðleikum. Hann heyrði kvenrödd í talstöðinni Brúradio. Þá hafði hann komist við. Hann var ekki einn og það sem honum fannst virðingavert að það skuli verið fylgst með honum langt fram eftir kvöldi. Þá var talsíma þjónustan handunin, þar sem hver símastúlkan svaraði með orðunum miðstöð og gaf síðan samband með því að tengja rétta línu og hringja á bæina eða á næstu símstöð, þar sem hver og einn viðtakandi hafði sína hringingu byggðist á morsmerki. Það þótti mikla tækniframfarir þegar tæki komu í magnarasalinn sem gerði það verkum að hægt var að þjóna 8 símtölum í gegnum eina símalínu. Tækin fyllti út salinn eins og sjá má. Og þegar það krapaði við stífluna þá var hægt á því að vatnsrennsli stíflaðist niður í rafstöðuna og spennan félli í salnum. Í svartasta skammdeginu voru oft mikil veðrabrigði og gáti áætlunarferðir norðurleiða verið stopular á milli Reykjavíkur og Akureyrar að það gáti liðið nokkrir dagar á milli ferða vegna snjóþunga. Þá gerði með sig glaðan dag eins og jólunum 1957 að vara sjálfum sér og öðrum til skemmtunar þar sem einungis Ríkisútvarpið var eini fjölmiðillinn. Sveitiungarnir litu svo oft inn fyrir og tóku þátt í félagslífinu, enda má segja að margur mann eftir símstöðinni Hrútafirði sem mikilli félagsmiðstöð, þar sem straumur fólks lá í gegnum. Má segja að öll sú opinbera starfsemi og þjónusta sem átti sér stað innan veggja þessa hús í nær því 3 áratugi var borin uppi af það bil 10 manneskjum á staðaldri.
er í dag tæknivædd í einu GSM símtæki. Það er með sína eigin rafhlöðu eins og rafstöð. Það er hægt að senda SMS-skeyti í því eins og pósturinn gerði og ritsíminn og geyma þau og tala á milli heimsálfa og koma neyðarboðum til skila ef svo ber undir. Öll sú þjónusta sem borin var uppi af þessu húsi og þessu fólki felst í einu GSM símtæki í dag. Tilvera þessa hús gegndi mjög merku hlutverki, ekki bara í fjarskiptum og póstþjónustu, heldur einnig samfélagslegu hlutverki fyrir alla sveitina. Því er að þakka öllu því fólki sem starfaði þarna mikilli eljusemi og tryggð við stofnunina sem verður minnst ókomna tíð.